Emil, þá var það úrslitakeppnin eftir, já ég meina þau voru í fríi fyrra. Hvernig, og farið inn sem deildarmeistarar núna, þetta svolítið sveiflað milli ára hjá okkur? Já, algjörlega. Svolítið fer eftir hvort Kári sé í liðinu ekki, sko. Nei, það er nú ekki, en jú, þetta er búið að vera mikið sveiflað. Það var mjög lélegur síðasti vetur, sko, og við erum allir í miklu betra standi núna, sko, og útlendingar sem passa betur og svo sjálfsögur Kára inn í núna, sko. Þannig að ég er mjög bjartsýn og líst vel á hópinn og tröll og trókur, sko. Hvað er það samt? Þetta er sögulegt sving á liði, sko. Er þetta Kára áhrif? Já, sko, þetta eru, ég vil með þetta séu kannski svona þrír þættir. Þetta er náttúrulega Kári sem er náttúrulega frábær leikmaður, sko. Svo erum við að fá útlending sem passa mun betur heldur en Sérháttar í fyrra, sko. Það var mjög svona allt mjög stíft sóknarlega með hann í fyrra. Nú er Pól miklu meira inn í flæði, sko. Og svo verð ég að gefa líka kredit á Villa aðstandþjálfarann sem styrkti alveg okkar líka núna. Og það eru allir bara í miklu betra standi líkamlega. Já, bara svona miklu meira svona, hvað segir maður, svona jafnvægi í líkamannu, sko. Það var miklu, ég var svona smá bakveisin svona annarkvæð leiki fyrra, sko. Það var búin að vera miklu betri núna, sko, og bara það talaði allir liðinu, það eru í miklu betra standi. Fara inn í úrslitakeppnina sem deildarmeistarar, þetta setur nú nokkra pressu á bakinu. Já, ég held að bara pressa sem við setjum okkur sjálfir, sko. Við erum búin að vinna öll þessi lið, vorum við efstir í deildinni, þá setjum við bara pressu á að við förum í næsta leik til að vinna, sko. Það er ekkert lið sem við erum engin sería sem við erum að fara svona underdogs í, sko. Við ættum að vera með heimavöllin í öllum leikjum, þannig að sjálfsögðu bara pressan sem við setjum á okkur að vinna alla leiki. Talar þér með heimavöllin í öllum leikjum, verður stemningi brjáluð í JB Schenker höllunni? JB Schenker? Já, ég vona það, hún er búin að fara, Mannian klár? Mannian er vonandi klár, sko, þeir eru búin að vera mjög flottir í vetur, sko, og það er náttúrulega, ég held að þetta sé eitt af erfiðustu húsum til að fylla, það er svolítið stórt hús, risastórt hús, en ég úrslitakeppni fyrir 2 árum, sko, þá úrslitakeppninni sérstaklega, sko, þá var hún troðfull alla leiki, sko, þannig að ég er gríðarlega spenntur og ég veit að bæði Mannian og aðri stuðningsmenn í Hafnarfirði eru mjög spenntir fyrir þessu. Má Keflavík í fyrstu umferð? Hvað líst þér á sem mótari? Mér líst bara ágætlega á það. Það er svona í rauninni, þetta er það jöfn deild og mér finnst þetta skipta svolítið kannski efstu 4 og neðri 4 í úrslitakeppninni, þannig að það skipti engum máli hvernig fengum, sko. Mér finnst Keflavík eru gríðarlega gott lið og mjög vel mannaðir, sko, kannski búin að underperforma svolítið í vetur, sko, en þeir eru með hóp og leikmenn til að geta alveg eins verið efstir, sko, þannig að það er ekkert vanmat í okkur, sko. Við ætlum að förum í leikið með okkar plan og hvernig við ætlum að taka á móti. Hvað þarf Haukar að gera til að fylgja deildarmeistaratitlinum og eftir með Íslandsmeistaratitil? Við þurfum náttúrulega bara að halda áfram að spila eins og búin að gera. Við erum búin að spila mjög vel varnarlega og við erum kannski aðeins að bæta sem að leiki í sókninni á okkur, en annars bara spila eins og búin að gera og spila fast og stíga vörn og þá held ég að það komi, sko. Kári búinn að vera eitthvað meiddur, veistu hvað staðan er? Já, hann æfði í gær, hann er með einhverja spelku og svoleiðis, sko, hann var með á æfingu og var eitthvað aðeins óöruggur samt á æfingunni, sko. Hann er ekkert ákveð hvort hann verður með í fyrsta leik ekki, sko, en hann gæti mista kannski fyrsta, kannski í öðrum leik, sko, en svo geta hann náðum öllum, sko, maður veit ekki, þetta er svona aðeins að bíða, sjá vikuna á hvernig það þróast.